Valur Gunnarsson, sagnfræðingur og rithöfundur, hefur undanfarið deilt því með vinum hans á Facebook að síendurtekið fái hann synjun hjá ritlaunanefnd, fá ekki listamannalaun og Valur sýnir engan mélkísuhátt með skrifum sínum. Það kallar ákveðið hugrekki að lýsa því sem hann hefur verið að segja frá. Nú, það ekkert langt síðan leikkonan Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir gaf í skyn að íslenskir rithöfundar væru með listamannalaunum keyptir til að vera þægir, skrifum sjálfa sig og ský í buxum í stað þess að vera gagnrýnin og róttæk stétt sem fjallaði með gagnrýnum hætti okkar samfélag. Þannig að það ekkert nýtt að það sé deilt listamannalaun, en í ljósi þess sem ég hef lesið hjá Val þá baði hann að koma hingað og ræða kynni hans við ritlaunanefnd meðal annars. Vertu velkominn, Valur. Jú, takk. Þetta viðkvæmt umræðefni. Já, þetta spurning. Það maður að vera hugrakkur til þess að ræða fyrirkomulega íslenskar menningar og hvað segir það þá okkur ef svo er. Já. En kannski kom að því á eftir. Já. Svo ég geri grein fyrir því af hverju ég notaði orðið hugrekki. Já. Ég elst svolítið upp í þeim kúltúr að ef þú styggir goðinn, ef þú segir eitthvað gagnrýnið goðinn sem sjá fjárveitingavald, þá ekki líklegt að þau muni sýna þér mildi síðar. Það svolítið hugsunin hérna á Íslandi að þú þurfur að bíða og vera þægur og lokaðan munnin, stað þess að gagnrýna. Já, maður náttúrulega vill ekki trúa því að menningamálum þjóðarinnar sé þannig hátt að það sé einhvers konar kvotakerfi sem fyrir útlenda á, enginn með gagnrýna, en það vissulega svo að þegar ég tala við fólk sem hefur einhverja einsýn innan bransa, þá var það gegn því að vekja máls á honum, og það að því að þá einhvern veginn geti farið illa. Ég persónulega vil ekki trúa því að það sé þannig að þess með vera málsverðsins. Ég ekki reiðubundur að ræða þetta fyrirkomulag sem undirstaða íslenskar menningar. Einmitt. Þannig að við skulum vona að ég hafi rangt fyrir mér, að það þurfi ekki hugrekki og að þú sért ekki að tefla og tæpast á að. Við skulum vona svo sé. En segðu okkur þína sögu, Svo við byrjum kannski á því að kynna það fyrir hlustendum áhorfendum. Þá ertu búin að skrifa helvítis helling. Já, 10. bókin að koma í haust. Já. Eða eftir atvikum 11. þegar þessar önnur kom í sumar sem ensk útgáfa af Grænlandsbókinni sem talsvert endurskrifuð. En þannig að þetta 10. til 11. bókin sem komið í haust. Já, þetta heilmikið höfundaverk og margar af þessum bókum hafa vakið töluverða athygli. Einu sinni mann ég veit ekki hvort þú manst að þegar við hittumst held ég fyrst, þá vorum við að lesa upp á einhverju kaffihúsi og þar kom eigandi kaffihúsins og leitiði Rángala og sagði þér að hann væri svo hrifinn af þínum skrifum. Hann var bara með stjörnur í augunum. Honum fannst hann hafa hitt einhverja rockstjörnu. En það eru allar þessar bækur. Þú hefur fjallað alls konar málefni. Hefurðu aldrei fengið almennileg ritlaun eða? Jú, ég fekk einu sinni 3 mánuði. Einu sinni fengið 3 mánuði? Já, það kannski enn merkilegra vegna þess að ein bók sem ég skrifaði sem var allar merkilegra en hinnar var metin á 3 mánuði en síðan allar hinnar ekki neitt. Þannig að það svo erfitt að sjá hver munurinn þarna á milli. Og hefurðu sótt í þessa potta samviskusamlega ár eftir ár? Já, ég var 30 árum síðan þegar ég var að skrifa bók og ég fór með vinum mínum á barinu og sagði, þú ekki að fara á ritlaun bara, þú ekki að bjóða upp næsta umgang. En það var náttúrulega engin innastæða fyrir því þá, en ég var með bók sem var í mjög alvarlegri skoðun hjá Mál og menningu á þeim tíma og og það tók nú ár fyrir þá að hafna henni og við tóku 10 ár af engu en samt, ég fór að vinna sem skipaþrifamaður, ég fór að vinna sem gluggaþvottamaður, ég vann í vodkaverksmiðju í Finnlandi, við að setja límið á flöskur, ég var dyravörður í Glasgow, ég vann í IKEA í Noregi, ég var bréfberi, símasölumaður, ég var vann að vistamili barna og vann meira við aðstafa börn í skólum og á kvörtunardeild
ljósmyndafyrirtækis. Já. Og eftir að þannig kynnst lífinu að einhverju leyti, sem að kannski ekki síður mikilvægt eftir að heitja heldur en bara vera snemma að fyrir með bók. Fyrir höfund, náttúrulega frábært veganesti. Já, þá fór ég í ritlistanám í Belfast, sem að stundum held ég kalla það næst besta á Bretlandseyjum, í Queen's University. Og já, ég var væntanlega fyrsti Íslendingur til þess að fara í ritlistanám sem var þá ekki til hérna. Og síðan kom ég heim vorið 2003 og alveg ólmur að skrifa. En ég ekki betur ættaður en svo að ég vildi skrifa grein í blað, þá þurfti ég fyrst að stofna blaðið. Já. Og ég stofnaði blaðið og það heitir Reykjavík Grapevine. Kemur ennþá út ásamt nokkur strákur frá Laugavatni sem voru nýkomnir. Stofnaði þú Reykjavík Grapevine? Já, ásamt nokkur strákur frá Laugavatni sem voru komnir í bæinn og vildu ólmir fara að gera eitthvað. Vel gert. Þetta vissi ég ekki. Nei, og mér varst alveg aðeinslega, þannig að ég fyrst á bara skrifa eins og með listi og þarna voru einhverjir aðrir sem sáu að prenta blaðið og dreifa því og með auglýsingum að gera allt annað og ég var svona farin að fela hvað ég skrifaði mikið, þetta voru vandrarlegt hvað ég skrifa alltaf hálft blaðið að meira sjálfur Og middiltíðin aðeins og reyndar réttan fyrir Belfast inn í ljóðasamkeppni í Washington DC sem að ennþá byggarinn og upplæði sem að prentaði sjálfur. En þetta var ólaunastarf en þetta var samt alveg aðeinslega að fá loksins bara að skrifa. Og Þú orðaðar það þannig að þú hefur ekki verið þannig ættaður. Já. Að þú ættir innangengt. Ertu svona að segja það að það skipti öllu hvaðan við komum og hverjir foreldrar okkar eru og í hvaða menningar landslagi við ölumst bara upp á það að fá birtar greinar í? Auðvitað skiptir það einhverju máli. Ég fór í framhaldinu að vinna og gefa af það sem að sá þetta voru svona börn hinn og þannig og þau voru oft mjög fín og mjög færi en það var samt við erum auðvitað hverju fá séns en fólk líka vill bara svolítið að hlutinni séu fyrst skorið. Nú ég komin á þann aldur að börn vina að fólk sem ég þekki eru farin að stíga fram og það bara eitthvað svona gott já, hann svo líkur pappa sínum eða þessi þú veist og maður svona einhvern veginn þarna veröldinu svona á að vera en ef einhver utanakomandi að vilja eitthvað dekk þá veit enginn hvernig að ná að höndla það Þetta svo hárrétt, já, ritstjórnir eru meir og minna hafa síðustu ár verið fullar af ungu fólki sem eru þar vegna þess að þau eru börn foreldra sinna. Já, þetta ekki bara ritstjórnir, einhver leiti eru við öll þáttakendur í þessu vegna þess að lesandinn og áhorfandinn líka vill hafa eitthvað kunnulegt. Jú. Og allir það alltaf langauðveldast bara að gera það sama á mamma og pabbi af því þá veldum svona á vera þú getur fengið ráðgjöf, við getum fengið hjálp en ef þú gerir eitthvað annað þannig ég held að þannig verður þetta svona kannski hálfgett kasta kerfi þar sem að fólk svona automatist gerir bara það sama og foreldrarnir. Já. Við erum fámenn, það nálægðar vandi, það tengsla og klíkumyndun alfa og omega flestra hluta. Já. Það það, sumpart það óhjákvæmilegt en ég held samt að við ættum að geta gert kannski meira í því að minnstu kosti bjóða upp á einhverjum möguleika fyrir aðra og sem að sýna þá kannski mikinn dugnað. En ég fippaði aðeins, hvað gerir svo eftir Reykjavík Grapevine? Já, fólk tók náttúrulega eftir þessu því að blaðið var mjög mikið lesið og í framhaldinu fór ég að fá tækifæri til að skrifa í önnur blöð og fréttablaðið. Ég samt hafnaði vinnu þar á launum til þess að fara aftur á Grapevine kauplaust sumarið eftir en það var það að fara að ganga nógu vel að það var hægt að borga sér einhvers konar lágmarkslaun 150 skall á mánuði eða svo. En í framhaldinu þá fékk ég stóra tækifæri loksins. Ég fékk að skrifa bók, hún rúmlega 30. Ég náttúrulega alltaf verið að skrifa bækur en ég fékk skrifa bók sem fékk að koma út og þetta Konungur norðursins og hún seldist svo illa að hún kálaði ferlið mínum næstu 10 árin eða svo og við tóku 10 ár. Hver gaf þá bók? Það var Mál og menning. Það var alveg ég var efni og var og fékk ágætis dóma en þetta var svona röð óblað tilvika sem gerist að Mál og menning var tekin yfir af öðru forlagi þannig að þá féllu
nýir höfundur á milli stóla, bókin Tafðist kom út 17. nóvember sem allt og seint. Lítil kynning. Já, og þannig að allir sem ég hef verið að starfa með svona hafði kannski myndið vonum bókina, þeir voru farnir sko. Þannig að Einmitt. Já, þannig að það var gríðarlega óðbylegt að það sem hefði átt að vera byrjunin á ferlinum reyndist endirinn í bili. Og næstu 10 árin gerði ég bara fátt annað heldur en að skrifa bækur sem að fengu ekki að koma út. Og það svolítið erfitt, maður fær ekki einu sinni það að bókin koma út og það er náttúrulega vonlaust að vera í einhverju sambandi eða hvað það stóð með fjölskyldu eða eitthvað slíkt því að alltaf tekjulegs og alltaf frústreraðar og þannig að ljúga fólki sko hvað ætti að gera, var ekki neitt því maður segja að skrifa bók, já, en síðast kom ekki út en ekki svo undan heldur það er að fara að bókasafni, já, og það geta að fara að skrifa það, nei, bara að lesa smá og síðan skrifa maður alveg þannig að bókasafni lokar og þannig hendi út og finnur kaffi sem geta enda haldið áfram að skrifa og þannig... Þú ert að lýsa skömm? Ég veit ekki alveg hvort að skömm, þetta það að vera haldin svona skrif áráttu ekki gott og enn síður þú ert ekki til starfans fæddur því þetta svo alltumlíkjandi að þú eiginlega getur ekki hugsað að gera neitt annað og ég get eiginlega ekki skrifað meira en svona 1 dag á viku. Þá fer ég bara fyrir alltaf hinn í einhvern veginn sko. Þannig ég verð að skrifa en til þess að geta skrifa þá verð ég náttúrulega að hafa einhverjar lágmarkstekjur eða einhverjar lágmarksviðurværi. Já, og þá komum við sko að þessari flóknu spurningu, þessu jafnvægi á milli samfélags og einstaklings. Já. Hefur það verið þannig allar götur að þú sækir ritlun bara ár eftir ár eftir ár eftir ár? Já. Já, það hefur verið þannig og þetta var óbúðslega leiðilegt af því að sko svarbréfið kom alltaf í janúar og í janúar þá var maður svona fullur orku að takast á við nýtt ár nýju verkefni, en síðan kemur alltaf sama bréfið. Þú ert einskis virði, öll þín störf einskis virði, fuck you, nefndin, smá umorðin, en þetta inntakið. Mér finnst nú til bóta, núna þetta að fara að koma í desember, þannig að maður getur alltaf náttúrulega með það næstu. Skar að fá nei í desember í janúar. Já, en eftir þessum 10 árum liðnum, þá tókst mér loksins að skrifa bók, sem hefur gengið mig í maðurinn lengi, sem að fjallaði það hvað ef að Þjóðverjar hernumið Ísland frekar en Bretar hétu örnunum fólkin. Þá var viðmótið til annað hjá útgefendum. Þetta þótti áhugavert og svo bók fékk að koma út. Og endar í millitíðin að einn lítil bók kom út sem heit Síðasta elskhugginn, stílæfing en seldi svo mikið neitt. En örnunum fólkin sló í gegn. Hún var bara eina af 10 mest seldu bókum ársins. Já, og kom út aftur hvað ár? 2017. Og ég fekk meiri pening heldur en ég hafði nokkuð tíman á ævinni séð áður, 1,5 milljón. Sölulaun fyrir bókina. Já, sölulaun fyrir bókina. Það mjög gott á Íslandi, á þessum örmarkaði. Já. Ég hef aldrei upplifað annað eins, hann alltaf verið tekjulegs. En ég var fljótur að sofa þeim peningum í villisu. Því í millitíðinni þá hef ég verið að sækja í besta ritlistaskóla í Bretlandi og þar með sennilega í heiminum. Og það tók tíma af því að ekki bara það maður skrifa skáldsögu og reyndar það efni sem ég setti inn þótti mjög gott heldur það maður líka að semja fræðiritgerð og þetta tvennt að ganga saman þannig að skáldsagan sem skrifar svar við fræðiritgerðinni. Og það var mjög erfitt að koma sem enda þetta besti skóli í heimi og þú ætti að vera bæði rithöfundur og fræðimaður í fremstu röð. Já, það eru mikla kröfur. Já, og þarna hugsaði með mér, ok, núna get ég loksins verið bara á námslánum og bara fengið að skrifa. Já. Og að því ég vissi ég átti þannig eitthvað rúm 2 ár eftir og þetta 30 ára námið hægt að klára þetta. En þá kemst ég að því, í sambandi við LÍN, að þeir eru búin að minnka lánsheimildina niður í 8 ár, þannig að ég átti ekki pening, fæði engin lán. Lánsheimildina niður í 8 ár? Já, sem var áður 10 samanlagt, sko, því að það nú alltaf duglegur að bæta mig. Ertu þá svo búin að þykja námslán í 8 ár? Já, var þetta. Búin að fylla kvotan? Já, en hann var minnkaður á millitíðina sem ég vissi af. Já. Að því að nú alltaf námslánum inn á villi og svona, dóla mér í bókmenntarfræði og sakfræði til þess að vera einhverjum Þannig ég sagði, ok, ég get nú samt ekki alveg látið þetta fram mér fara, þannig ég bara vinn bara fyrir þessu.
Þannig ég fór að vinna sem guide og safnaði pening og þýddi bók Írskan reyfara í hjáverkum. Já. Og þannig tókst mér svolum viðbótum að fara í þennan skóla, University of East Anglia, þar sem að margt stórmenna hefur komið í gegn, Ishiguro Nóbelsverðlaunahafi, Ian McEwan Laxness-verðlaunahafi. Leiðbeinandi minn er Giles Foden sem skrifaði Last King of Scotland. Veit ykkur sem þekkja myndina. Og ég er ekki fyrr komin til Bretlands heldur en að WOW hrynur. Og með því krónan. Og allt í einu hækka skólagjöld bara þriðjung íslenskum krónum talið. Ég verði eins og búinn að borga þau eða útborga þannig að þá allir peningur horfinn og þetta er ekki lengur gerlegt. En ég klára nú samt fyrsta árið og stenst eitthvað sem heitir probationary review sem er svona mini-doktorsverð sem gefur rétt á að halda áfram en það er bara ekki lengur gerlegt. Þú varst búinn að klára meistaranám. Ég hafði klárað meistaranám í bókmenntafræði áður og reyndar líka í ritlist í Belfast. En þetta var... Þú ert hámenntaður rithöfundur? Alltof, en meðan námslánin duga þá verða þau að duga, en síðan þegar það er búið þá er það búið. Þannig að þarna verður þessi vending, þú þarft að fara að koma aftur heim og skotta það með lappana. Já. Þá reynirðu aftur. Ég er náttúrulega búinn að reyna allan tíman að sækja ritlun, segir sér allt, en það var kannski ekki beint þannig sé innistæða fyrir því fyrir en að Örninn og fólkin kom út sem skáldsaga sem vakti talsverða athygli. Þá ertu búinn að auka virðið þitt heilmikið. Þú ert búinn að bæta við menntun og þú ert búinn að gefa út verk sem svo sannarlega tekið þér eftir. Ætti það ekki breyta einhverju? Maður hefði haldið. En það gerði það ekki? Það gerði það ekki. Já, ég fór bara aftur að gæta og síðan er ég og var líka dólamir í meistaranámi í sagnfræði og þá fékk ég gegnum háskólann styrk sem var nú bara 200-300.000 krónur eitthvað til þess að fara til Úkraínu, vinnaverkefni. Og reyndar birtist lífeyrissjóðurinn og étur þann styrk upp af því að maður náttúrulega sem frílansar borga þausunum í lífeyrissjóð. Ég fer samt, ég vinn bara sem gæt sumarið eftir og bara tek yfirdrátt og fer til Úkraínu en þá skellur COVID á og Úkraínumenn taka því mjög alvarlega þannig að það er ekkert flug og það er engar samgöngur þannig að ég er bara fastur í Kýv og það er kviknar í Tjernóbíl skógunum fyrir norðan og það blæsir við borgina þannig að geislavirkt ryk fyrir utan gluggann og það er farsótt og það er stríð í Austur-Héraðinu. Ég kemst ekki heim en það er auka úthlutun hjá ritlunarnefnd út af COVID. Það er bara helmingi meira allt í einu. Og þá fer ég nú að hugsa mér svolítið gott glóðunar og aðrir svipara stuði sem ég þekki. En nú hlýtur nú kannski að vera komið að okkur, það er allt í einu bara helmingi meira. Ríkið fann náttúrulega tugi ef ekki 100 milljarða til þess að bæta bílaleigunum upp tekjutap og annað, þannig að maður skildi ætla að þarna gæti fleiri notið. Já, en það er náttúrulega fór ekki svo, heldur fóru þeir peningar á sama stað og hinni peningarnir. Það er að segja að það var ekki... Og þeir sem áður höfðu fengið, þeir fengu bara meira? Já, það hlýtur að vera þannig. Allavega þeir sem ekki höfðu fengið áður, þeir fengu allavega ekki núna heldur. Og þegar svona þú upplifir það er alveg sama hvað þú ert að gera og alveg sama hvað tími er og alveg sama hvort það sé spýtt meiri fjármunum í þessa sjóði og reynirðu þá á einhverjum tímapunkti að ná talsambandi við fólk sem að ræður ríkjum, biður fund eða hefur maður einhverja bjargir þegar maður er í þinni stöðu til þess að nálgast þetta fólk sem er með örlög listamanna í hendi sér? Maður getur náttúrulega skrifað póst til hver sem er, en það er bara svolítið erfitt vegna þess að kerfið er þannig uppbyggt að þetta er raunverulega geðþóttaákvörðun hverju sinni. Geðþóttaákvörðun? Það er bara nefnd sem að kemur saman og ákveður hverjir fá laun og hverjir ekki. Þannig að þú getur ekkert unnið þér inn einhver réttindi að þú áttur aldrei inn í eina kröfu. Hvernig rökstuður að þessi geðþóttaákvörðun þessa hóps? Bara eðli málsins samkvæmt þegar að 3 aðilar koma saman og ákveða hver fær laun og hver ekki. Auðvitað byggja þeir einhverju leyti á umsóknum en sem eiga að gera
persónur hljóta að skipta líka máli hvað menn hafa gert áður og svo framvegis en og auðvitað hljóta tengsl sem að skipta máli en þetta bara svolítið skrítin hugmyndafræði sjálfur sér að einhver nefnd ákveða ekki bara hvað sé list heldur hvað getur orðið list og hvernig er það alltaf svo að besta umsóknin, jafnvel þó að þessi farið einvörðingu eftir þeim, verði endilega að besta verkinu. Þetta er náttúrulega bara eiginlega huglegt mat og það sem líka bara smekkur nefndamanna og svo framvegis hlýtur að spila inn í. Já. Sko, þú þekkir það sem fræðimaður, sem vísindamaður. Þannig að þú værir að sækja með einhverja stöðu, þá væri hort til birtinga, þá væri hort til rannsóknaðina, þá væri punktakerfi sem myndi ákvarða hvaða umsækjandum þessa stöðu hæfari öðrum. Samkvæmt mælanlegum aðferðum. Er engin mælanleg aðferð þarna? Nei, auðvitað getur þess eitthvað svona fyrirbæri aldrei verið fyllilega mælanlegt en það verður samt að miða við eitthvað og síðan alltaf verið að reyna til þess að umsókninni þá maður miklu púður í að fylla út vinnuáætlun og nú ég faktisk frekar skipulagður ég skrifa bók á ári og ég veit nokkurnir hvað gera en allir sem nú saman það að þetta mikla Excel-skjal hvað maður að gera í nákvæmlega hvaða mánuði hefur á endanum enga merkingu fyrir neinum en þannig verið að reyna að gera umsóknina vísindalega sem hún alltaf getur ekki orðið þannig að verið að breiða yfir það að þetta persónulega ákvörðun á hverjum tíma? Einhver leyti alltaf líka verið að bæta kerfið einhvern veginn án þess bara að kannski þóra að skoða það bara frá grunni hvernig tilkvæðis það þetta hugsað sem nýræktarstyrkir þetta hugsað sem föst laun samt ekki föst þetta hugsað sem einhvers konar heiðurslaun fyrir velunnustarfum og þetta allt svona saman í graut og þannig að og enginn veit jafnvel ekki öruggustu höfundar vita frá ári til árs hvort þið fái laun á næsta ári eða ekki sem náttúrulega mjög undarleg stað að vera í og síðan sem fá sumir aldrei stemmi sanna aðrir meina mann alltaf en þetta þannig að það svona ákveðin samfélag en raunverulega veit enginn neitt þannig að það Svo umræðan þessi mál alltaf mjög einkennileg það hlegið að Stefáni Einari og þeim á Mogganum sem eru að verðleggja bækur út frá blaðsíðutali það hlegið að því það líka hlegið að því að sama fólkið fái nánast alltaf full riðlaun en ef grannt skoðað þá kannski önnur hlið á þessu tvennu en að bara hlæja að því eða hvað finnst þér? Já, maður myndi halda að það væri nauðsynlegt að ræða þessi mál vegna þess að rit launanefnd í raun í praxis rit skoðananefnd sem að hún kannski á ekki verið en það náttúrulega þannig að þau verk sem að menn skrifa sem menn fá borga fyrir að skrifa þau náttúrulega fá að vera til en þeir sem fá aldrei pening til að skrifa þeir hljóta á endanum að gefast upp þannig náttúrulega ákveðið hvað fái að verða til bara strax í grunninn og þetta náttúrulega ofboðslega stór ákvörðun fyrir heilt málsamfélag og bara heila menningu fyrir 3 manns að taka frá ári til árs og við hljótum að geta fundið betra kerfi og ég reyndar með tillögu en kannski koma því á eftir vegna þess að ég rétt að byrja ég fastur í Úkraínu þar sem að ég kemst ekki heim og engin riðlaun síðan náttúrulega engin túrismi heldur en ég get ekki einu sem gæt sumarið en ég fæ sumarvinnu á Sverri Jakobsson í háskólanum sem að vera atvinnuskapandi fyrir nema en svo illa launuð að nemarnir sjá sér ekki hagið en mér fannst frábært að geta komist þarna að og geta fengið tækifæri til þess að stúdera Austurvíkinga og annað fyrir 200.000 kall á mánuði en það var mjög gott að bjargaði mér alveg en í millitíðinni þá skrifaði ég bók í Kyiv þegar ég var fastur þar og hún kom út vorið 2021 og heitir Bjarmalönd og hún þá Pútín með liðsöfn á landamærunum þetta lítur út og bókin
spyrst mjög vel út eiginlega strax og hún fer í fyrsta sæti á svo sagt almenna listanum, það er ekki bækur almenns eðlis og síðan gerist það í upphafi 2022 þegar allsherjarstríðið byrjar að þá náttúrulega verður þetta bara einhver mest lesna bókin í bænum því að hún fer aftur fyrst þessa lista og þarna já, hún þykir mjög góð, held ég geti sagt og Gefur hann sjálfur út? Nei, það var aftur Mál og menning. En þá maður svolítið inn í hlýjunni, Mál og menning gott forlag. Já, en þeir vissulega, en þeir sjá ekki útlita ritlinum, þannig að þetta er svolítið, held ég meiri, eins og sagði ráðan, meðfætt heldur en áunnið, sko. En ég reyndar fer það svo að af því að það er allt svolítið hægt hjá Mál og menningu, að ég fer yfir til Sölku, sem er alveg frábær útgefandi. Tvær mjög klárar og duglegar konur sem sjá það. Og nú er ég fyrst skiptið af æfinu komin á stöðu, ég get bara skrifa eins mikið og ég vil. Af því það er ekkert sem stoppar þar, það geta sinnt þessu og í kjölfarið fyrir ég að skrifa bók bara hverju ári. Já. Og þá bara gerir samning við forlagið að hvernig ertu að semja? Það er bara ár fyrir ár, sko. Já. Það er ekkert öðruvís en það. Geturðu tapað peningi á því að gera samning við forlag? Nei. Sumir höfundar semja þannig við sum forlag að þeir þurfa að leggja fram tryggingu eða? Þá er það sem kallað í Englandi vanity publishing, þetta er svona einhvers konar sjálfsútgáfa líka, sko. En þannig að það er nú dýllinn með útgefendur þannig að þeir taka alla áhættu sem er talsverð og taka nú líka stóran hluta sölunum, þú getur gefið út sjálfur þá farið það sölun, þá ertu að taka alla áhættu og sinna allir þessari vinnu sem útgefandinn sinnir þar að auki, sko. Þannig að nei, í versta fall endur maður bara uppi með ekki neitt. En eftir Bjarmanum þá var ég nú komið með alveg einhvern lesendahóp sem þannig að þetta svona stendur undir sér. Síðan fyrir ég aftur til Úkraínu og legg mig þar í talsverða lífshættu eða vera fyrir raketárásum í Donbass og Dnipro og skrifa aðra bók sem heitir Stríðsbjarmar og kom út 23 og í kjölfarið gerist kraftaverkið. Það fær 3 mánuði? Ég fæ 3 mánaða ritlun loksins. Og sama fólk í brúnni í ritlunarnefndinni þá hafði verið áður? Ég hef ekki bara vilja, sko. Nei, þú hefur ekki vilja fara þessa? Nei, ég vil ekki vera, ég held bara að kerfið sem slíkt sé gallað, sko, ég vil ekki. En það er reglulega skipt þannig að það er alltaf verið að reyna svona að lappa upp á þetta en kerfið er bara held ég gallað í sjálfu sér, sko. Það getur ekkert öðruvísi verið heldur en að hver einasti einstaklingur á þessum 3 hlýtur að koma inn bara með sinn smekk og sín tengsl og sína sögu og allt það og ég veit alveg dæmi þess að einhverjir öðrunlistu sem hafa allt bara vængast hagur þeirra vegna þess að einhverjir komin í nefndina og síðan dóttinir aftur þannig að þetta er allt svolítið svona handahófskennt en ég fékk þarna 3 mánaða ritlun og þetta er svona þægilegasti tími sem ég hef nokkuð tíma lifað þar sem ég þarf ekki að kvíða öllum mánaðamótum því þegar reikningarnir kom inn en engin laun bara í 3 mánuði, í hverjum einasta mánaðamót þá bara kom peningurinn á reikningin. Það var bara nýtt fyrir þig? Ég hef aldrei upplifað það áður og ég þurfti ekkert að gera nema það sem ég var að gera hvort þið er. Og samt erum við ekki að tala hærri greiðslu en 450-480.000 króna verktakalaun eða eitthvað. Já, hvort að þessi komið upp í 550 þarna. 550 kannski. Já, þannig að hvort þessi nálgast 60.000. Þetta var útrúlega umræður. Já, þú sannlega ekki verið ofalinn í tímans rás. Nei, en það var gaman að prófa þetta einu svona, sjá hvernig það er bara að fá borgað fyrir að skrifa. Og ég skrifaði náttúrulega bók sem var allt og löng, 160.000 orði, það sker hann niður í Já, það er mikið 140 en samt lengsta bókin mín og síðan sendi ég hana í yfirlestur skrifa aðra með hana þú veist, loksins fæ ég hana geti gert allt það sem er langar að gera en þarna hélt ég líka eftir að því að margir hefur sagt þetta sko, það tekur langan tíma að komast inn en þú er bara að vera þolinmóður og endanum þá kemstu inn og að því ég hef nú staðið fullkomlega í skilum, ég hef gert það sem ég átti að gera, gert það sem ég fekk styrk til að gera. Bókin kom út haustið 24, Bjarmar.
þá ég held ég að núna myndi ég kannski halda áfram að fá ritlun, kannski aftur 3 mánuði og síðan 6 og bara heimurinn var fullur af möguleikum, en nei, í staðinn er ég strax tekinn aftur af ritlunum og þá svona fer ég að vera svolítið uppgefin því ég sé það að það er bara einhvern veginn ekkert samræmið þarna á milli neins. Maður veit aldrei frá ára klásnum að ég get svona nokkurn veginn tekið sem gefnum hluta, ég fæ ekki ritlun. Og svo bók sem ég sótti fyrir þá, hún sem er ritlunnefnd sem standi einskisvirði, hún heit Grænland og fólki sem hvarf, hún kom út í fyrra og hún seldist vel, fór í annað upplag, hún fór líka síðan eftir að Trump fór á stað í fyrsta sæti listans sínum gera og hún er núna að koma út á Bengali og Hindi. Nú, Indlandi. Já, ekki hamingju með það. Já, nú myndur halda kannski að byrna sér unnin nema hvað að... Færðu tekjur af þýðinguna? Já, en þetta upplægið er ekki nema 200 eintök á hvoru máli. Já, ég skil. Þannig að ég fæ eitthvað svona 20.000 kall fyrir hvort. Já. Þannig að það er ekki myndi halda að svona bók í stærsta fjölmenntaríki heims að það væri byrnin inn. Þetta eru 40 rækjusamlokur. Já, það er nú alveg bara heilt mánuður. Já. Það er að koma það. Og þannig ég bara setja samhengi á því að ef bókin selst ágætlega og sem að mín að gera svona sæmilega, þá ertu kannski að fá svona 1,5 milljón á ári og það er vissulega munar það er að lifa því kannski hálft ára á rækjusamlokum, en ekki heilt. Þannig að það þarf eitthvað meira til. Og þess vegna eru ritlun bara svo mikilvæga því í svona litlu umhverfi, þá geturðu ekki lifað af sölu nema bara allra kannski stærstu krimahöfundur eða eitthvað þannig. Þarf eitthvað meira að koma til og þess vegna er svo erfitt, þetta kerfi er til en þú er ekki aðgang að því hvað gerur þá og síðan gerði ég það að ég fór til Afríku í lok síðasta árs og lenti þar í tvöföldu óhappi að ég fótbrotnaði, aðeins að vita því en gekk í 2 mánuði á brotin en síðan fór ég til læknis og kom í ljós við fótbrotin og sömu viku þá ætlaði ég að taka út pening fyrir leigunni og bankinn át peninginn, þannig að hann kom aldrei út. Og ég er að reyna að fá það endurgreitt. En þá var ég alveg gersamlega komin á hausinn og þetta er náttúrulega búin að vera tekjulaus alltaf, það náttúrulega áttu ekkert til vara. Og það er kannski einn ástæða fyrir því ég forðaðist að fara til læknis svona lengi var vegna þess að ég vildi ekki lenda í þeim auka kostnaði. Þú áttir bara ekki pening. Síðan kom í ljós að þetta kostaði nú ekki með 500 skall, en eftir ég kom heim og ég var svo illa staddur, ég að blaðamaður sem að fjallaði þetta, hann spurði ekki bara setja reikningsnúmer í grein. Ég sagði, nei, hvað ertu að tala um? Síðan fór ég að hugsa, er það kannski bara lausnin? Að ef að peningar frá almenning, sem koma frá almenning, skila sér ekki til rithöfundi í gegnum ritlunarkerfið, þá má það ekki bara bila til fólks beint. Og ég setti inn reikningsnúmerið á Facebook og það söfnuðist alveg 400.000 krónur frá fólki sem að ég í flestum tilfellum þekki lítið sem ekkert. Það er gaman að heyra. Já, það þótti mér óbúslega væntum og ég komst heim og þá þá þurfti ég að fara í svo mikla rannsóknir hér að það setti mig aftur á hausinn og 80 skall fyrir að fara í þessa sneiðmyndatöku og... Já, þetta var eitthvað, með lyfjakostnaði var þetta 120.000 skall, en það var bara mér ofviða og síðan náttúrulega er þannig að ég á ekki að borga nema 37.000 skall. En ég borgaði samt og að fá það endurgreitt en einhvern veginn þá bendir sjúkratryggingar á Dómsmedika skuldatryggingar, þetta er einhvern veginn bara horfið í kerfinu, kannski kemur þetta á endanum en þetta er svo gallilega því við erum með svona hálf einkavætt kerfi að það veit enginn hvernig það virkar og hlutin er bara tínast á meðan maður endur með að borga miklu meira en maður á að gera. Og ég er sem þetta aftur út neða kall og ég fekk aftur 400.000 kall og það bjargaði mér aftur en núna er að nálgast mánaðamót aftur og það vantar kannski svona 20-30 kall upp á að þetta virki en ég er samt að reyna að hafa það af núna. Býrðu í leiguhúsnæði? Nei, það er náttúrulega sem ég gert þetta allt saman mögulegt er það að ég hef aldrei fluttað heiman. Já. Ég bjó hjá ömmu minni alla tíð og hún keypti í matinn og eldaði síðan hann snúast við og ég fór að elda fyrir hana en síðan bara hún látin og ég býð ennþá
í því húsnæði. Já. Þannig að einmitt eins og þú segir, það skýrir það að þú ert bara uppistandandi. Já. Fjárhagslega. Já, því að það er, þannig getur maður komist að með lítið en það verður samt að vera eitthvað. Það verður að vera eitthvað. Og það sko, það að vera tekjulaus er ákveðið ævintýri þegar maður er ungur og hraustur. Já. En það verður minna ævintýri. Já, láttu mig þekkja það. Já. Förum þó aftur að þessari ákvörðuninni fyrir nokkrum vikum eða kannski mánuðir liðnir að greina frá þessu á Facebook. Já. Með gagnsæjum hætti. Já. Ég nefndi hugrekki, við komum inn á það áðan, að manni hefur verið kennt það að ef maður styggir goðin sem hafa fjárhagslega framtíð margra í höndunum, þá sínu ekki vona á góðu. Nei. Hugsaður sem svo að þú hefðir engu að tapa. Já. Ég er alveg komin á þann stað að ég hef engu að tapa lengur. Og já, kannski þarf hugrekki í það að benda á hvernig hluturinn. Nei, en þetta er, þú veist, þegar maður er ungur og þú veist, þá býður maður alltaf eftir því að bara tíminn komi að það komi að manni, en maður sé einhvern veginn alltaf næstur, en síðan er maður alltaf næstur og en þegar maður er orðinn 50 eins og ég er að verða í ár, þá er þessi fjárhagslega framtíð, bara þessi framtíð er ekkert endalaus, sko. Og vinur minn dó í fyrra sem að hafði sótt ritlun alltaf tíð og var gamall og síðan bara fekk aldrei að skrifa stórverki, skrifa smærri verk og maður með bullandi hæfileika Já, og þetta verið það, en síðan er bara tími hans búinn, sko, og Ertu að tala um Ásgeir? Ég er að tala um Ásgeir Ingólfsson, já, þá, þú veist, og síðan er maður 60, 70 og segja, hverju fekk ég aldrei ritlun, sko, en ég er ennþá í fullu fjöri, ég er að skrifa bók núna sem kemur út í haust og og búin að skrifa upp á samningu það en það er bara svolítið fara að koma að þeim stað að ég get eiginlega ekki meir. Það tekjuleysið er farið að verða það líjandi, maður getur náttúrulega keyrt áfram af einhverju orku, bara einhverju tjáningu og þörfa því maður getur ekki annað. Og Valur, þótt maður beri sig vel, eins og þú ert að gera í viðtali eins og þessu, þá finnur þú fyrir höggunum sem þú fengið á bringspalirnar í áratugunar Rás, ekki satt? Jú, þetta lítur nú einhverju mesta baráttusaga íslenskra bókmennta síðan Birkiland var á sko, en en þetta er ekki sálrænt fyrst og fremst, ég meina, þetta er náttúrulega bara praktískt vandamál. Já. Hvernig á ég að borga reikningana, sem kannski er ekki mjög háir, en hvernig ég að borga þá mánaðamótin og hvernig ég bara hafa það af frá degi til dags, sko. Praktískt sannarlega, en er það ekki líka einhverju litið sjálfsmyndalegt? Þarf maður ekki einhverja hvatningu, einhverja viðurkenningu utanfrá til þess að halda áfram að kynda eldin í æðunum og djöflast áfram, því að það er ekki eins og þessi gáfulegt starf að vera rithöfundur. Þetta er sennilega heimskulegasta sem getur gert í einhverju skilningu. En ég fæ nefnilega þetta, ég fæ þetta reyndar ekki, sko, það er engin ættingir kringum mig, þeir eru nú ennþá vonastleysi fá mér alveg vinnu, en það er nú ekki, þú veist, það er nú ekki lengra síðan í gær að ég var í strætó og þá haldraði maður að mér og þakkaði mig fyrir bækurnar mínar, sko, þannig þetta er eitthvað sem ég upplifi nánast daglega. Í mínum huga, Valur, er eiginlega ekki til betri alvöru vinna en svo að vera rithöfundur. Hæfileikarnir sem þarf til þess að skrifa góða bók, vinnusemin, bara eiginleikarnir sem þú þarft að hafa til þess að ná öllum þráðum saman í eitthvað skiljanlegt sem gefur öðrum. Það er náttúrulega ekki hægt að finna heiðarlegri og merkilegri vinnu heldur en þá að vera rithöfundur. Já, þetta er köllun sem að sumir eru haldnir og þeir sem eru haldnir henni verða einhvern veginn bara að sinna henni sama hvað, sko. Síðan verður maður bara einhvern veginn að finna einhverja leið til þess að láta það ganga upp. Hugsaðu þér gjöfina sem þú gefur lesanda, að færðir lesanda til þess að sjá hluti í nýju ljósi, hugsa hluti upp og nýtt og allar una stundirnar sem við sem lesendur höfundaverka annarra höfunda höfum notið. Já, en þá erum við kannski líka komnir að öðru sem gæti verið möguleg lausn, sem er að þú veist, útgefandi gefa út bækur, það er seljast ekki, en það er bara markaðsdrifið, en við erum líka með sósíalistkerfi sem heitir bókasöfn. Og það er náttúrulega frábært að það skuli vera til
bókasöfn þar sem fólk getur komið og lesið endurgjaldslaust og fólk sem náttúrulega alls konar stöðu annars. Heldur betur. En Eitt síðasta vígi til að falla, við erum að sundluga ennþá á bókasöfnin, manni finnst að hitt sé meirum en að farið. Já, og bókasöfnin eru ennþá ókeypis að mestu leyti. Strætóreindar, erum við að það með? Já, þar hittum maður lesendur. En og nú eru það eitthvað hátt í 1000 manns á ári sem að fá mína bækur lánar á bókasöfnum. Já. Og sem að þá samnast saman í nokkra þúsundir, 10.000 og svo framvegis. Og ég fagna því og það frábært. En það má spyrja maður sig, því þannig ég að búa til eitthvað efni, afþreyingarefni, fræðsluefni, sem að síðan gefið borginni, sem borgin síðan gefur lesendum. Já, og hlutil þín fyrir 1000 útlán peningalega, það er mjög lág fjárhæð fyrir þá sem ekki vita. Já, þetta svona 100 kall per útlán. Já, það er ekki meira. Nei, en það sem náttúrulega þetta undarlegt þetta er að að rithöfundur hliðina á mér, hann kannski fullum launum fyrir að skrifa bækur sem að síðan brata endurgjaldslaust og sem er gott í hendur almennings. Já. Þannig að ef það ætti að hafa þetta kerfi, jú, það er náttúrulega hægt að tala þetta svona punktakerfi, það sem þú bara vinnu þig smá saman upp. En það er líka spurningum bara að lesendur sjálfur fái ákveða hvað þeir lesa og í framhaldinu hvað kemur út. Að hort verði til mælinga eins og þeirra hvort bækur eru lesnar á bókasöfnum og fleira. Það mætti hugsa sér til dæmis með í staðan frá 100 kall per bók, og það væri per útlán, og það væri 1000 kall per útlán. Þá myndi ég vera að fá kannski hátt í 1 milljón þarna sem er innan við 2 mánuður í men það er samt miklu meira heldur en ég er að fá. Þannig að í staðin, þetta myndi vera mjög virkt lýðræði í staðin fyrir mjög misupplýst einveldi. Það sem bara lesendur sjálfur geta ákveð og þannig að ég er það bara í samræmi raunverulega við vinnu hvers og eins. Allir myndi fá eitthvað, sem myndi auðvitað fá meira og síðan myndi með svona tíð og tíma myndi byggjast upp náttúrulega starra safna af bókum sem að þannig að það myndi líka eitthvað aukast með árunum. Já. Ég hef eiginlega alla mína blaðamennsku tíð sóst eftir viðmælendum sem gagnrýna núverandi kerfi og þau kerfi sem við höfum vanist að séu við lýði og mér finnst mikill fengur í því að fá því hér á Rauða borgum til að ræða þetta mál með gaggrínum hætti. Þú sagðir geðþótta ákvörðun og það í sjálfu sér alveg hægt að fallast á það að þetta séu alltaf einhverju leyti geðþótta ákvörðun. Ég er saman hvernig það er orðað smekks ákvörðun eða hvernig sem það er, en þetta er bara ákvörðun sem er tekin og það er engin annar vinnustæðar þar sem þú myndir mæta og það er bara nefnd sem ákvörð, þessi fær laun fyrir árið, þessi fær ekki neitt, þessi fær eitthvað smá. Við vitum að það eru tengsl á milli fólksins í ritlaunanefndinni og sumra umsækjenda. Við vitum að það er einhver svona konsensus í samfélaginu að sumir rithöfundar séu bara áskrifendur að þessum launum og það má alveg spyrja sig hvort það sé eðlilegt, en við vitum það líka í hver skipti sem einhver spyr einhverja spurninga þá rís menningarelitan upp á afturlappirnar og sussar og segir það gleymist nú að gera ráð fyrir þessu og svona. Ég held að þetta sé eins með alla kima samfélagsins. Við þurfum að veita þeim sem veita ritlaun aðhald með sama hættu við þurfum að veita þeim sem veita blaðamannaverðlaun aðhald, hvort sem það heitir blaðamannafélagið, tengsl, klíkur, nálæðarvandi, bækurnar sem eru að koma út, tónlistarheimurinn, aðrar listgreinar, viðskiptalífið á Íslandi. Við erum öll meirum minna því marki brennt að það er erfiðar en ella að taka faglegar ákvarðanir út af því hvernig við tengjumst og venslumst og en það sem ég skil ekki með við höfundaverki þitt það er að þú sért alltaf í kuldanum fyrir utan þessa 3 mánuði. Ég næði ekki. Nei. Þú ert einn örfárra sem leggur alltaf allt undir, sýnir þjóðinni og samfélaginu það að þetta er það sem að þú hjartaðið tikkar fyrir. Heldur að þetta geti verið eitthvað persónulegt? Ég held ekki. Ég held að enginn hafi neitt á móti mér þannig séð, en ég held líka að sé enginn með mér.
og það það sem að máli skiptir. Já. Ef enginn með þér þá náttúrulega fara ekki að vera með. Ég hef nú að tala annan rithöfund sem að skrifa tugi bóka og stundum ekki. Hann var að benda á að hann ólst ekki upp á Íslandi. Ekki á ólíksárum og ég gerði það faktist ekki heldur þó að ég geti rækið ætti minni aftur til Egils Skallgrímssonar þá ólst ég upp í Bretland og Noregi sem að sem nú kannski ekki mjög langt í burtu en sérstaklega á þeim tíma þá var það svolítið annað að koma heim. Þú ert eins og við sem komum utan að landi fluttum til Reykjavíkur og höfum aldrei átt séns á neinum ritlunum bara því að enginn þekkti okkur fyrstu 20 árin. Ég held bara að þetta sé svolítið þannig að tengslin myndast svo snemma. Þannig að jafnvel bara þú missir úr þetta nokkur ár þá einhvern veginn kemstu aldrei fyllilega inn sko. Ég er bara algjörlega sammála. Og svo erum við líka með saman fólkið í menningarbrúnni áratugum saman sem að ræður hvernig skuli rætt þennan höfund, hverjum skuli hampað og hverjum ekki. Það er ekkert gott heldur að við séum með fólk áratugum saman hjá ríkisstofnunum sem hafa mjög mikið að segja smekk almennings og bara engin nýliðun. Nei, það er náttúrulega ágætt samstundum að hafa einhverju bókmenntabá, en það en sko, þegar við erum að tala gagnrýni eða jafnvel verðlaun, þá mega það vera geðþótta ákveðnir vegna þess að þá byggir bara á smekk hvers og eins. En það fá bara alls konar fólk til þess að taka, er ekki alltaf sama fólkið áratugum saman. Jú, en ef við erum að tala eitthvað sem eru bara hreint og beint sko lífsafkoma fólks, þá verðum við bara eiginlega að beita einhverjum öðrum mælikvörðum heldur en bara mér finnst sko. Já. Ég er sammála þér. Eigum að vænta þess að þetta spjall okkar núna að geti kallað á einhverju viðbrögð. Mér þætti akkur í því að kalla einhverja hinum megin við borðið að þessari umræðu. Jú. Myndir þú vilja taka sjálfur þátt í framhaldsumræðu eða myndir þú vilja bara að ég myndi spjalla við þetta fólk? Já, eins og komið fram, þá náttúrulega hef ég engu að tapa lengur og ég náttúrulega vona bara innilega að þeir sem eru betur settir eru reiðbúin til að velta upp öðrum möguleikum en líka komið fram. Það er nú þannig að þeir sem að græða á núverandi kerfi vilja viðhalda því, þeir sem eru hlunnfarnir vilja breyta því en einhvern veginn breyta slutinu nú samt á endanum oft. Ég held að þetta maður halda þessari umræðu áfram. Ég held að það sé ekki gott hvað hann hefur verið skautuð, annarkvort allir fíbl í þessa áttina eða allir fíbl í hina áttina. Ég held að við þurfum einhvern veginn að átta okkur á því að þetta er umdeilanlegt kerfi, það er ekki fullkomið, það er hvorki algalið né fullkomið, en það er áhugavert að sumir falla alltaf á milli skips og bryggju á meðan aðrir fá alltaf alveg sama hvað þeir eru að gera. Já, það er að telja blasin en einhverjum mælikvarða höfum að hafa. En þetta er líka sko að þetta verður svo oft bara umræða eftir með eða móti ritlunum sem eftir með eða móti listin, eftir með eða móti menningunni. Þetta snýst ekki það, þetta snýst hvers konar fyrirkomulag við viljum hafa á menningu og mál í þessu pínulitla samfélagi okkar. Heyrðu, ég ætla að hóa oftar í þig, Valur, og til dæmis manneskja sem dettur í hug bara formaður Rithöfundasambandsins, Margrét Tryggvadóttir, fólk sem hefur setið í þessari ritlunarnefnd og svo getur verið gott að fá einhvern að borðinu líka sem að finnst bara svona opinbert kerfi yfir höfuð gallað og vilja taka upp einhverja nýjar aðferðir. Þannig að ef við ekki segja að þetta sé bara upptæktur af frekari umræðu. Kæri þakkir fyrir að koma, Valur. Jú, við sjáum til hvað gerist. Við sjáum til hvað gerist og takk fyrir að ræða þetta á þeim nótum sem þú hefur gert og við ætlum að halda áfram með umræðum listir þótt næsti kafli verður nú kannski ekki eins gagnrýninn og spyrji ekki eins álítinna spurninga eins og þetta spjall við Val Gunnarsson, rithöfund og sagnfræðing. Við ætlum yfir í tónlist eftir andartak. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.